Áfram höldum við með föstudags þátt N4 sem að hluta til tekin upp hérna í Aberdeen í Skotlandi. Íslendingar hafa í gegnum tíðina verið mjög duglegir við að heimsækja Skotland, ýmsar borgir hérna, sem jafnan hafa verið farið í helgarferðum eða svokölluðum menningarferðum. En ég ræddi þessi mál við framkvæmdastjóra Ferðaskrifstofu Akureyrar. Ragnar, Íslendingar þeir hafa núna bara í gegnum tíðina þá hafa ferðast ansi mikið til Skotlands og kannski þá sérstaklega það helgarferðir sem að við höfum verið að sækjast eftir. Já, þá kannski til Glasgow og Edinborgar. Kannski ástæðan fyrir því að kannski hafa þeir sem hafa verið að bara fljúga og selja ferðir hafa beint fólki svolítið þangað. Við erum með stutt flug, cirka 2 tíma ertu komin inn í borg eða 2,5. Og það kannski verður hjálpað til, en það eru kannski Skotar líka svolítið líkir okkur. Hvað það við Skotland sem að heillar Íslendinga svona sérstaklega? Ég held bara að það landslagið, þetta fallegt, þeir eru líkir okkur, gott að versla, gott að borða, ódýrt að drekka. Það sem þú ert að sækjast eftir, og sérstaklega sem helgarferðum, það þá að sækjast eftir. Í dag það tæplega kallað verslunarferðir, frekar talað menningarferðir. Já, menningarferðir eða árshátíðarferðir eða félagasamtök að fara saman. Það kannski svolítið við höfum ekki viljað að kalla þetta verslunarferðir, þó svo við vitum að töskurnar komi fullar heim og það eru hópar sem að fara. Og kannski sérstaklega markaðum sem við erum að vinna með, það eru mjög mikið hópar sem að ferðast og þá oft þetta að vera að nýta tímann, þá að fara í stuttflug heldur en að taka heilan dag í það að ferðast. Iceland Connect núna, ég markaðssetja Aberdeen sérstaklega. Hérna í Aberdeen eru það bil 250.000 íbúa. Þetta í borg sem hefur upp á ýmislegt að bjóða. Ég nú bara að koma inn í fyrst skipti í gær og bara, það leggst mjög vel í mig. Hún mjög falleg, hún rein. Við höfum hér veitingastæði, við höfum hótel, við höfum gæðahótel. Það hérna fullt af golfvöllum í kring. Hún mjög græn borgin sem ég finnst vera heillandi. Og mér finnst vera heillandi líka, hún sé við sjó, það kannski mitt persónulega mat. Hér eru allar þessar verslanir sem við erum veitt eftir, hér eru góðir veitingastæðir. Hér ertu með þessi þægindi, stutt í allt. Maður skynjar það í raun og veru nokkuð sterkt að þetta sé hafnarborg. Já, maður skynjar það. Bara hérna þegar við horfðum hér út og sáum birgðarskipin hérna fyrir utan í gær, það var bara sem hérna stór hluti, þeir eru að þjónusta olíuiðnaðinn svolítið. Og ég held að það heilla okkur alveg, sko. Við erum alltaf pínu líka að leita því sem svipað heima, það þannig. Þó svo þú viljið líka fara á framandi slóðir, en svona í svona stuttarferðir, þá ertu alveg tilbúin að hafa þetta líkt og heima hjá þér. En hvað segir Ferðaskrifstofa Akureyrar? Ætlar hún að taka þátt í að markaðssetja Aberdeen eða ertu með eitthvað? Já, við erum með Iceland Connect í eina ferð beint frá Akureyri í mánaðamótin nóvember-desember, í 3 daga ferð. Og ætlum að prófa það og mér finnst þetta alveg áhugavert líka að bjóða upp það næsta vor þó að það sé ekki komið neitt lengra en bara það sem ég að segja núna. Svona að sjá hérna borgin að vakna, gróðurinn og annað því að hún mjög falleg svona í blóma. Þannig þetta alveg mjög góður kostur. Þú ert með þarf ekki að vera að fara með 200 sæta vélar, þú ert að fara með 76 manns. Það þá beint frá Akureyri? Beint frá Akureyrarflugvelli. Mætir 1,5 tíma fyrir brottför og komin eftir 2 tíma og 10 mínútur eða 2 tíma og 15 mínútur og inn í borg ertu cirka 20 mínútur að keyra inn á hótelin í miðborg. Hvernig gengur að selja í þessi sæti? Það gengur mjög vel. Hún held ég langt komin þessi ferð sem núna í boði í nóvember. Við höfum kannski einhver 10 sæti laus eitthvað svoleiðis. En þetta sem sagt í byrjun desember. Já. Þetta nú þá svona svolítið mikið verslunarferðir ekki? Jú, ætli það endi ekki svolítið þannig. Það en svo eru hér jólamarkaðir og þú veist það verður að upplifa jólastemminguna og þá gleði sem í kringum það. Maður sér það í auglýsingum frá ferðaskrifstofum að þær eru líklega að selja ansi vel í slíkar ferðir. Landin að ferðast mikið þessa dagana, það góðæri hjá. Það góðæri og við finnum alveg fyrir því og svona mér finnst við mest finna fyrir því, kannski sem mest kemur inn á borð hjá okkur mikið hópa, mikið fyrirtæki, félagasamtök, svona allt sem við getum kallað einhvern smá hóp að það allir að fara að ferðast saman. Og þá það svolítið að fara í borgir í 3 til 5 daga eða í kannski sól í viku.
það er svona það sem er ofan á fyrir þessu hópa og þetta er svona eins og kallum auka frí. Þetta er ekki sumarfríið, þetta er auka haustfrí eða auka vorfrí sem er verið að taka. En verðlagið hérna í Aberdeen miðað við til dæmis þá í London? Hótelverð er náttúrulega mjög betra. Ég ætli þessi ekki bara helmikið ódýrar heldur en í London. Og mér sýnist það litla sem ég hef séð að þá sýnist mér líka eins og í búðum fatnað þess að það er ódýrara og eins og matsölustöðum. Þú ert búin að vera að kynna þér núna hótel og alls kyns afþreyingar starfsemi. Hvernig standa Skotar sig í ferðaþjónustu? Mér finnst þeir standa sig alveg ágætlega. En þú veist, hér er ekki ferðamaður á hverju strá og þú finnur það alveg þú fennir í bæ, sko. Þetta er ekki eins og á Laugaveginum. Hérna ertu að mæta Skotunum sjálfum. Og kannski er Aberdeen, það tekið mjög vel á mót okkur, þeir eru greinilega að kynna borgina, eru að keyra hann svolítið upp fyrir ferðamenn. Þannig að við erum að fá frábæra á mót okkur, myndi ég segja með það svona það sem ég hef verið að ferðast og verið að heimsækja þessa staði. Þeir eru með mjög góð gæði á hótelunum og eru með sem sagt bæði hótel inn í borgin og svo keyra svolítið mikið á þessum sveitahótelum sem eru þá í gömlum húsum í þessum stíl frá alveg 18. öld og 19. öld. Sem er alveg sjarmi yfir og búið að byggja við þau hótel og gera það kannski aðeins nýtískulegra. En svona ert þá komin út í sveit, í skólendið og kannski bara korter frá borginni að keyra inn í borg að þú kýst að vera í rólegheitum út í sveit og hafa þar hugulegt með hópiðinn og ert þá kannski komin inn í miðborg eftir 15 mínútur. Það er líka option. Og síðan hérna, við tölum ekkert viskið, við gleymdum því. Að hér er verið að framleiða viski í næsta nágrenni og hægt að heimsækja viskiverksmiðjur og smakka viski á öllum stigum, allt frá 76% og niður úr. Þannig að hér er í raun og veru allt til alls ef við getum orðað þannig. Það sem við erum að sækjast eftir í svona eins og við segjum styttri ferðum og við séum náttúrulega lengri ferðum líka, getur búið hér til ferð og farið sveitirnar og verið að gista jafnvel á mismunandi stöðum hérna Skotland sem er mjög skemmtilegt.